Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 7. ágúst er 8. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins eru ávextir andans. Lexían úr Jeremía og guðspjallið úr Mattheusi vara menn við falsspámunum og röngum boðskap. En í pistlinu segir Páll að allir sem leiðist á anda Guðs séu Guðs börn. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. En heyrum heilagt guðspjall sem er úr 7. kafla Mattheusar. Varist falsspámenn, þeir koma til ykkar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtum þeirra skulu þið þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyrslum. Þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu en slæmt tré vonda. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og því í eld kastað. Af ávöxtum þeirra skulu þér því þekkja þá. Ekki mun hver sá sem segir við mig, drottinn, drottinn, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einn sem að geri vilja föður míns sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, drottinn, drottinn, höfum við ekki í þínu nafni flutt Guðs orð, rekið út illa anda og gert mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég ykkur, farið frá mér illgjörðar menn. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Þemað er ávextir andans. Bæði Jesús í guðspjallinu og Jeremía í lexíunni vara við falsspámunum. Jeremía skrifaði, svo segir drottinn hersveitanna, hlustið ekki á orð spámannanna. Þeir flytja ykkur boðskap en þeir blekkja ykkur. Hlutverk spámanna Guðs var að boða þjóðinni orð Guðs, snúa henni frá villu vegar og vondri breytni. Ef við lesum köllun Jeremía, segir ritningin að Guð hafi valið og helgað Jeremía til að vera spámann sinn áður en hann fæddist. Hann var sonur Hilkía prests frá Anatót, sem er lítið þorp skammt frá Jerúsalem. Hann hóf starf sitt 627 fyrir Krist. Hann var trúr Guði og fús til að stofna stöðu sinni og öryggi í hættu með því að boða boðskap sem fólk vildi ekki heyra. Og fyrir vikið var Jeremía rægður og boðskapurinn rangtúlkaður af óvinum hans. Jeremía var spámaður Guðs Jerúsalem féll og stór hluti gyðinga voru herleiddir til Babýlonar árið 586 fyrir Krist. Og í texta dagsins varar hann við falsspámunum. Við höfum að vísu ekki spámenn í dag sem standa út á götum eins og Jeremía hann boðaði Guðs orð. Hlutverk spámannanna var að flytja uppbyggilegan boðskap, áminna og hugga. En alla tíð og hvar sem Guðs orð predikað eru alltaf falskir spámenn til staðar sem boða hið ljúfa líf, hið víða hlið og hinn breiða veg. Í auglýsingaflæði nútímans nánast allt selt með orðunum þú átt aðeins það besta skilið. Láttu fara vel þig eða láttu það eftir þér. Og þeir sem eru viðkvæmastir og eru auðveldasta bráð þessara falsspámanna sem keppast við að segja okkur hvað bætir líf okkar og hvað okkur vantar, eru þeir sem að hafa lent í áföllum eða eru leitandi í lífinu. Og Jeremía sagði, þeir flytja ykkur boðskap en þeir blekkja ykkur. Og blekking nútímans að fylla tómarúmið og finna hamingjuna í veraldlegum hlutum og stundar ánægju.
Gangið inn þrönga hliðið því að vítt hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar, sagði Jesús. En hið víða hlið og hinn breiði vegur eru tákmyndir fyrir auðveldustu leiðina. Að láta sig fljóta með straumnum eða fylgja fjöldanum. Án þess að leiða hugan af því hvar sá vegur endi. Andstætt því okkur sagt að hlið trúarinnar sé þröngt og vegurinn erfiður. Í merkingunni að fylgni við Jesú breyti lífsýn okkar og kosti trúmennsku, aga og þrautseigju. En launin, sagði Jesús, eru eilíft líf og þeir muna aldrei að eilífu glatast. Allt, hvort sem það verandleg eða andleg málefni, allt sem leiðir fólk frá Guði er á veginum til glötunar. Jesús sagði þeir koma til ykkar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtunum skulu þið þekkja þá. Í Guðspjallinu tók Jesús dæmi af tré. Hann sagði að gott tré gæfi aðeins góðan ávöxt. Og munið að Jesús sagði, ég er vínviðurinn, þið eru greinarnar. Hinn eini sanni vínviður er ekki heill skógur af vínviðartrjám. Hann er aðeins eitt tré. Þeir sem trúa á Jesú eru greinar á þessu eina tré. Og þetta eina tré ber góðan ávöxt. Skilgreining grasafræðinnar á ávexti er að ávöxtur er þroskað afsprengi plöntu þar sem fræ plöntunar er umlukið aldinni. Fræið sem ávöxturinn skilur eftir sig er til fjölgunar og viðhalds á plöntunni og fræið og plantan eru af sama stofni. Þess vegna getur gott tré ekki borið vondan ávöxt. En nú hefur orðið ávöxtur jákvæða merkingu í hugum flestra og flestum finnst hann góð samlíking fyrir það sem við teljum vera blessun. En vegna þess að Jesús talaði til fólksins í myndlíkingum, vitum við að merkingin fyrir góðan ávöxt fer ekki eftir bragði eða útliti. Í sögunni sáðmanninn tákna fræin orð Guðs. Boðskapinn sem þarf að breiða út til allra manna. Og hér tákna ávextirnir uppskeruna af fylgni okkar við Jesú. Greinar trésins blómstra ekki nema þeir hafi góða næringu og frá blóminu vex síðan ávexturinn. Á sama hátt blómstrum við og berum ávöxt í lífinu sem lifandi grein á hinum eina sanna vínviði. Ávextir annarra trjáa eru vondir ávextir því að þeir hvorki vaxa út frá trúnni á Guð né leiða okkur til Guðs ríkis. Í Guðspjallinu sagði Jesús, ekki mun hver sá sem segir við mig drottin, drottin, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn sem gerir vilja föður míns sem er á himnum. Og í Jóhannesar Guðspjalli svarar Jesús spurningunni hver sé vilji Guðs. Og hann svaraði, það er verk Guðs að þér trúi á þann sem hann sendi. Svo það er einlæg trú í hjartanu að Jesús sé sendur af Guði og sé sonur Guðs sem frelsar okkur. Eins og segir í versinu sem við köllum litlu biblíuna, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf enga son sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og vilji föðurins er að enginn glatist. Hjálparinn heilagi andi sem Faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenni yður allt og minni yður á allt það sem ég hef sagt yður, sagði Jesús. Og Páll segir í Galatabréfinu að ávöxtur andans sé kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og sjálfsagi.
Þessir ávextir eru afleiðing af nærveru heilags anda í lífi einstaklings og vitnisburður að hann hafi opnað hjarta sitt fyrir Guði. Þessir ávextir þroskast með okkur á göngunni með Jesú. Þeir gleðja Guð, eru til bóta fyrir aðra og nýtast okkur sjálfum. En lítum á ávextina. Guð er kærleikur. Gleði og friður fæst af því að lifa í sátt við Guð. Langlindi, gæska og góðvild er sá náunga kærleikur sem Jesús bað okkur að sýna öðrum. Trúmennska merkir að við treystum náunga okkar sem og Guði. Hógværð minnir okkur á að ekkert verkefni er fyrir neðan okkar virðingu og sjálfsagi eða sjálfstjórn er öllum nauðsynleg. Í pistlinum segir Páll: Allir sem leiðast af anda Guðs eru Guðs börn. Þið hafið ekki fengið anda sem hann hneppir í þrældóm og leiðir aftur til hræðslu, þegar við fengið þann anda sem gerir mann að barni Guðs. Ef við erum börn erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs, en samarfar Krists. Já, sem börn Guðs og systkini Jesú eigum við hlutdeild eða arf í ríki Guðs. Þema dagsins er ávextir andans, það er að segja ávextir heilags anda. Þó við höfum ekki spámenn í dag til að rétta stefnuna á ríki Guðs, þá er heilagur andi okkur til leiðsagnar. Orð Guðs í henni heilögu ritningu flytur okkur uppbyggilegan boðskap, áminnir og huggar. Og alltaf lærum við eitthvað nýtt. Sem greinar á hinum eina sanna vínviði blómstrar trúin í hjörtum okkar og þegar við blómstrum stráum við ávöxtum andans í kringum okkur og leggjum okkar að mörkum við boðun fagnaðarerindisins. Þó vegurinn sé þröngur, göngum við hann með gleði, við fögnum því að hvíla í orði Guðs og fyrirmælum, því að hann sagði: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og trúin á Jesú gerur okkur frjáls og fús til að treysta Guði og óttalaust að leggja allt í hans hendur, enda er hann Faðir okkar á himnum. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.